En sjá ekki allir glærunar? Ekki alltaf hreinu þar? Jú. Já, ok. Frábært. Þannig að þá bara held ég að við getum bara að byrja. En ég sem sagt heiti Eyjólfur og ég er sálfræðingur og ég er búinn að vera núna í 2 daga að spjalla við krakkan ykkar og búið að vera mjög fjörugar umræður, alls konar skemmtilega spurningar og þau náttúrulega svona eins og maður kannski vissi fyrir kunna og vita miklu meira heldur en oft fullorðna fólkið. En ég sem sagt hef verið að sérhæfa mig núna síðastliðin þá 17 ár í að vinna sérstaklega með vandamál sem fólk lendir í þegar kemur að internetinu og tækjanotkun. Ég byrja á því að læra tölvunarfræði áður en ég læri sálfræðina og leiði síðan inn í að vinna með þessi mál þegar ég flytti til Íslands. Þá voru aðilar sem vissu af tengingum minni við tölvubransan sem að höfðu samband við mig og báðu mig að sinna skjólstæðing sem að var svolítið mikið illa staddur og það var sem sagt ungur strákur sem kom til mín sem var þá á þeim tímapunkti ekki búinn að mæta í skólan í að vera 2 ár og hann var að verða 13 ára og ég læri alls konar hluti þannig fyrsta skipti sem ég vinn með svona vandamál. Það þurfti að koma og það þurfti í raun og veru að sækja hann heim til lands og koma honum til mín og hann var alveg gríðarlega illa haldinn. Eyddi að meðaltali 18-19 klukkutímum á sólarhringi fyrir framan tölvuskjáinn, gerði lítið sem ekkert annað. Þannig vorum við með strák sem að pissaði í flöskur og meira þess að gekk svo langt nokkur sinnum að kúka í kassa. Svaf fram á lyklaborðið heima hjá sér og þá í raun og veru allir búin að gera allt sem þeir gátu til að reyna að hjálpa honum. Við vorum með skólastjóra sem var búin að framan af snemma í ferlinu, búin að bjóðast til þess að fara heim til hans á morgnana og sækja hann og foreldrar sem voru búin að reyna að taka ráderinn úr sambandi og strákurinn búin að reyna að taka sitt eigið líf 3 í einhvers konar uppsteyti og látum og svona ákveðið bara hersástand eða stríðsástand á heimilinu. Og þarna í raun og veru lærði ég alls konar hluti, meðal annars lærði ég að það hægt að vera rekinn úr grunnskóla á Íslandi. Þessi strákur var rekinn og sótt undanþágu frá samræmdum prófum og honum var vikið úr grunnskóla og hefur enn ekki lokið neinum grunnskóla eða neinni frekari menntun hérna á Íslandi. Og eftir þetta mál þá í raun og veru byrjaði ég að fara að kynna mér og skoða hvað það væri sem að væri að gerast og hvernig internetið getur verið og tækin að hafa áhrif á okkur. Þarna vorum við svo sem við vorum ekki komið með snjallsímana og við vorum ekki farin að horfa á samfélagsmiðlana eða neina af þessum hlutum sem við erum búin að sjá þróast gríðarlega hratt á síðustu árum. Þannig að þessi vettvangur hefur raun og veru bara orðið stærri og meira spennandi eins og eftir því sem árin hafa liðið. Það er spennandi fyrir sálfræðing eins og mig. Og í kvöld þá svona bara eins og svipaðu með krökkunum þá ætla ég að kannski svona Það heyrist ekki í þér. Þú mjútaðist óvart. Heyrist eitthvað í mig núna? Já. Ok, endilega látið mig vita ef ég dett út svona, þetta var eitthvað stórfurulegt. Hvað datt ég út? Hvað heyrðu þið síðast? 10 sekúndur. Ok, þannig að ég ætla bara að stikla á þá svona aðeins því sem að drífur á daga mína, hvernig fólk það sem að leitar í hjálp til mín og hvernig vandamál það eru sem að við erum að glíma við þegar kemur að þá notkun okkar á tækjum og það hefur alveg þó nokkuð mikið breyst á síðustu árum þannig að það er svona áhugavert aðeins að fara yfir það og mikilvægt að fara yfir því að krakkarnir yfirleitt eru rosalega klárir í þessum hlutum en þeir eru kannski ekki endilega alltaf að deila því með mamma og pappa, þeir segja ekkert alltaf frá því sem að þau eru að lenda í. Náttúrulega þekki allir internetið og svona stiklum kannski bara snöggt yfir þetta en við gerum alltaf reglulega rannsóknir, svona skoðanakannanir sem við athugum svona álit fólks á hinu og þessu og það byrjaði á netinu, gerðu við fyrstu svona skoðanakönnunina áður en í raun og veru að það var komið í hendurnar á almenningi 1983 þar sem að rannsókn þá eða skoðanakönnun leiddi í ljós að notendur á internetinu voru
í gríðarlega miklum hluta að tala kynlíf á netinu sem talin vera ein af svona fyrstu ástæðunum fyrir því að internetið, svona hugmyndir internetið sem svona heimilis hlut hugmyndir það urðu til. 25% af notendum á internetinu þá sem var þá í raun og veru stofnanatæki viðurkenndu að tala kynlíf á netinu og þaðan fengum við síðan í raun og veru þessa fyrstu skrefin í áttina þessu og kynlífsiðnaðurinn eða klámiðnaðurinn hefur síðan þá eiginlega alltaf verið alveg gríðarlega umfangsmikill í allri þróun á efni og hlutum sem við gerum á netinu og enn þann dag í dag einn svona stærsti þátturinn sem við rekumst á netinu. Fyrir vikið sjáum við síðan náttúrulega að það getum við einhver leyti sagt varla þverfótað fyrir einhvers konar klámefni á netinu, þarf að rekast á að finna hvað sem og krakkarnir okkar verða sífellt yngri og yngri þegar þeir sjá svona sitt fyrsta klámfengna efni. Og það gríðarlega margir einstaklingar sem að komi við til mín alveg niður í krakkar kannski 10 ára yngsta sem ég hef verið með núna en upp í síðan kannski elsti hjá mér í dag eftir rúmlega 60 sem að eyða alveg gríðarlegum tíma í að skoða klám og missa algjörlega stjórn á í raun og veru sér svona atferli sínu gagnvart því, eyða alveg ofboðslegum tíma í það og gleyma sér og gera það í raun og veru hvar og hvenær sem og líður síðan fyrir vikið oft mjög illa í kjölfarið af því að þeir vita náttúrulega að þetta ekki hegðun sem almennt samþykkt að þeir séu á klósetti í vinnunni að skoða klám til dæmis. En þrátt fyrir þessa aðkomu klámiðnaðarins og kynlífs að internetinu þá það samt þannig enn þann dag í dag að vísindasamfélagið hefur tekið internetinu fagnandi og það ennþá þannig í dag að vísindamenn eru nánast alltaf hverju ári sammála að internetið sé merkilegasta uppfinning sem að maðurinn hafi fundið upp, að þetta sé það allra merkilegasta sem að okkur hefur dottið í hug hingað til. Ástæðana fyrir því eru ansi margar. Ein þeirra til dæmis að það hefur lengi loðað við netið þessar hugmyndir annan heim. Að netið bjóð okkur tækifæri sem að við menn þá eftir að í raun og veru uppgötva og skoða betur. Það jafnvel í dag rannsóknir í gangi sem miða að því að reyna að búa til einhvers konar eftirlíf á netinu sem svolítið furðulega rannsóknir en þær ganga þá út af það að einhvern veginn eigi að vera hægt að hala okkur inn á netið þegar við deyjum. Þetta vilja einhverjir vísindamenn reyna að þróa. En umfram það eru síðan hugmyndir það til dæmis bara að internetið sé og hafi breytt samfélaginu og við erum að upplifa það núna þessi svokallaða fjórða iðnbylting að hún í raun og veru örasta bylting sem að mannkynið hefur nokkuð tíðan gengið í gegnum. Hlutir að gerast á mörgföldum hraða með það sem hefur gerst áður. Og við erum að sjá í raun og veru bara eiginlega allan heiminn vera að breytast frá degi til dags og allir fullorðnir sem eru að horfa hérna núna muna örugglega eftir alls konar hlutum sem að þeir gerðu eða upplifðu í sinni æsku sem að hreinlega eru bara ekkert til lengur og sem að börnin þeirra munu aldrei þurfa að gera eða upplifa. Og á meðan að mikið af þessu náttúrulega okkur til hægðarauka og getur verið gríðarlega skemmtilegt að þá fylgja því oft alls konar svona einhverjum svona hvimleiðir fylgikvillar. Eitt af því sem við höfum svolítið verið að rekast á svona, upplýsingaflæði, það kannski svolítið merkilegt apparat í þessu öllu saman en að það flæðir meira af upplýsingum í gegnum internetið í dag heldur en við höfum nokkuð tíðan séð áður. Við erum að sjá á síðu og það hefur svona svolítið staðnað hjá YouTube en við erum að sjá á síðu á YouTube að þar erum við að fá í kringum 100 klukkutíma af vídeóefni per mínútu. Þannig að við erum að sjá meira efni inn á YouTube á viku heldur en að nokkur manneskja mun geta horft á ævinni. Síður eins og TikTok hafa tekið fram úr YouTube og við sjáum 2-falt til 3-falt gagnamagn á við YouTube farin á TikTok. Þannig að við getum áætlað að sé í kringu 200-300 klukkutímar á mínútu sem fara þangað inn og þar liggja krakkarnir okkar náttúrulega í gríð og erg og þessi þetta gríðarlega gagnamagn sem flæðir inn á TikTok að það einhverju leyti svolítið staðfestir það í raun og veru sem hefur lengi verið talað hverjir það eru sem eru svona mest mótandi á internetinu en almennt séð þá hefur það verið að sýna sig að í kringum 70% af efninu sem fer inn á síður eins og YouTube að koma frá einstaklingum undir 20 og langstærsti notendahópurinn á síðum eins og TikTok ennþá unglingar.
Við lendum í alls konar vandræðum út af þessum upplýsingum og þessu gríðarlega flæði og það allt í einu komin þessi staður í heiminum núna að við þurfum að fara að læra að meta gæði upplýsinga í staðinn fyrir að leita að upplýsingum. Ég man ennþá eftir þegar ég var að byrja í háskólanum og þegar ég var að læra í Háskóla Íslands til dæmis að þá þurfti maður oft á tíðum að panta greinar og maður gat þurft að bíða í 1 og jafnvel 2 vikur eftir ég að fá aðgengi að grein sem maður vildi lesa. Þannig að maður þurfti oft að vera ágætlega skipulagður ef maður var að skrifa ritgerðir og annað slíkt upp og það að maður gæti nálgast heimildina sem maður þurfti. Þetta alveg klárlega ekki vandamál í dag sem við getum í raun og veru nálgast í raun og veru of mikið upplýsingum og við þurfum allt í einu að fara í það að velta fyrir okkur frekar hvort upplýsingarnar séu af einhverjum gæðaflokki eða ekki. Við lendum í alls konar rugli í kringu þetta. Ég hef meðal annars lent í því með krökkum sem hafa verið að skrifa verkefni hjá mér til dæmis í háskólanum að heilu verkefnin eru lituð af greinum eftir aðra og meðal annars meira þess að greinar og skrif eftir mig sem að þau nota og gera sér kannski ekki almennilega grein fyrir hvar mörkin liggja á milli þess að vísa í eða skrifa sjálf. En við sjáum síðan að þessar upplýsingar geta síðan farið að hafa mjög víðtæk áhrif og við sjáum svona kannski skringilegustu hlutin að gerast í kringum í raun og veru áhrifin sem að hefur á skynjun okkar á raunveruleikanum og við sjáum áhrif á geðraskanir meðal annars, þannig að við sjáum hluti eins og vandamál sem heitir hyperkondríasis. Ég veit ekki hvort einhverju kannist við hyperkondríasis, en hyperkondríasis í raun og veru sjúkdómahræðsla og sjúkdómahræddi einstaklingurinn er hérna alltaf hræddur að hann sé við það að veikjast og skannar líkama sinn með ofurárvekni mjög reglulega í sólarhringinn og leita síðan til læknis eftir einhvers konar staðfestingu eða aðstoð. Það annað vandamál sem við þekkjum síðan líka sem gjarnan kallað unglæknaheilkenni, eitthvað sem fólk sem að læra heilbrigðisvísindi lendir gjarnan í þegar það að læra klínísku fögin sín. En í unglæknaheilkenninu að þá greinum við sjálf okkur eða fólki í kringum okkur byggt á upplýsingunum sem við erum að lesa. Þannig að einstaklingur eins og kannski ég sem var þá kannski einhvern tíðan að læra klíníska sálfræði og var að lesa alls kyns mismunandi raskanir sem fólk að þrjáðast af. Ég hugsanlega færi þá að velta fyrir þér hvort að þetta væri eitthvað sem ætti við mig eða færi hugsanlega að spá í fjölskyldumeðlimum, foreldrum, konunni minni og færi síðan jafnvel að spá hvort að þetta gæti ekki átt við þau. Að hugsanlega væri pabbi með geðklofa eða ég væri augljóslega kvíðasjúklingur. Á netinu blandast þetta tvennt saman í mjög áhugaverða röskun sem við köllum hyperkondríasis. En hyperkondríasis nákvæmlega þetta að þegar við finnum fyrir einhvers konar krankleika, þegar það fer eitthvað úrskeiðis í líkamanum, við sjáum einhver útbrot eða finnum fyrir einhverju, að þá fyrsti viðfangsstaðurinn okkar ekki spjall við náungan eða fara til læknis, heldur það internetið. Við förum til Dr. Google og við spurjum Google hvað gæti þetta einkenni þýtt. Í kjölfarið á því að þá fáum við síðan einhverja niðurstöður. Google duglegt að svara okkur. Yfirleitt það ekki ein niðurstaða, það ekki margir sem hafa sett inn spurningu og fengið bara eina niðurstöðu. Við fáum fullt af niðurstöðum. Þegar við síðan förum að skoða niðurstöðunar og þá yfirleitt af því að við erum byrjað að hugsa að við séum hugsanlega veik, að þá heilinn á okkur komin í það sem við getum kallað survival mode. Hann ekkert alveg tilbúinn að kyngja því að þetta geti verið bara eitthvað saklaust. Þú varst náttúrulega alveg örugglega ekki að eyða tíma í það að googla og leita ykkur á netinu fyrir eitthvað sem í raun og veru bara örugglega farið og búið á morgun. Í staðinn að þá löðumst við að niðurstöðunum sem eru alvarlegri, niðurstöðuna sem segja að sé eitthvað meira að okkur og endum síðan oft á því þá að fara til þá læknis í kjölfarið. Ekki til þess að komast að því hvað sé að okkur, heldur til þess að tilkynna lækninum hvað sé að okkur. Ég með þennan sjúkdóm, Google sagði mér það og nú þurfum við að gera eitthvað í því því að ég vil ekki díla við einhverjar alvarlegar afleiðingar. Þetta svona frekar stórt og hvimleitt vandamál og margir læknar víða heiminn sem að tala að það geti verið mjög pirrandi að lenda í skjólstæðingum sem eru þess fullvissir að þeir séu með hina á þessa röskunina. Við sálfræðingar lendum síðan líka í þessu, okkar raskanir, geðraskanir eru ansi margar og ansi víðfeðmar, þannig að það rosalega algengt sérstaklega hjá unglingum að lesa og skoða og finna alls konar einkenni og sjálf greina sig með allt frá þunglyndi og kvíða yfir í athyglisbrest og þaðan að verra. Hitta einstaklingar sem eru búin að ákveða að þeir séu með geðhvörf eða eitthvað slíkt.
og fara síðan að básúna það út allt, fara að lifa samkvæmt því, fara að hegða sér eins og að þeir séu komið með greiningu án þess að neinn hafi í raun og veru nokkuð tímann gefið þeim þá greiningu. Það var bara fengið í gegnum internetið og kannski hugsanlega eitthvað spjall við félaga. Þarna síðan komin frjór jarðvegur og á netinu í dag erum við að tala að cirka helmingur mannkyns eyðir þar einhverjum tíma daglega, þannig það byrja 4 milljarðar einstaklingar sem að kíkja á netið daglega. Og að vissulega eru margir þeirra bara skemmtilegir og jákvæðir og bara ætla sér að gera gott, en inn á milli að sjálfsögðu fólk sem að vill okkur líka ekki gott, og þar hafa sprottið upp svokallar prósíður. Prósíðurnar eru síður sem að í raun og veru ýta undir með einum með öðrum hætti mjög hættulega hugsun og hættulega hegðun hjá fólki. Frægustu 3 tegundirnar eru Pro-Ani, Pro-Mia og Pro-Si, sem að þá ganga út á að ýta undir anorexíu, búlimíu og sjálfskaða. Þannig fólk að í raun og veru, ef við getum ímyndað okkur, að selja hugmyndina, besta leiðin til að ná árangri, til þess að líta vel út eða til þess að takast á við erfiðar tilfinningar, sé í gegnum þá að svelta sig, að framkalla einhvers konar hreinsihegðun eða að meiða sig með einhverjum hætti, hvort sem að það að smetla á sér teygjum eða skera sig með rakvélablöðum eða eitthvað annað slíkt. Og þessar síður eru náttúrulega alveg gríðarlega hættulegar, þær eru ótrúlega margar og taka alls konar form. Þær geta verið allt frá því að vera mjög svona myndrænar og skemmtilegar yfir í að vera svona spjallþræðir þar sem að fólk getur farið og spjallað við þá aðra, án þess að í raun og veru vita kannski við hverja þeir að spjalla. Og þessar síður hafa reynst sálfræðingum og geðlæknum svona mikill svona þröskuldur á síðustu 20 árum eða svo, þar sem að það nánast ekki að gerast lengur í heiminum að einstaklingar með raskanir á þessum skala séu ekki að leita stuðnings á einhverjum svona síðum. Þannig að við erum mjög gjarnan að lenda í því að einstaklingar sem eru að koma í viðtöl til okkar með anorexíu eða búlimíu eða sem að stunda sjálfskaða, að þeir eiga sinn svona, ef við getum kallað vinahóp á netinu sem að aktíft að styðja þau og styrkja í að halda áfram með þessa hegðun, sem að getur verið bara alveg gríðarlega hættulegt. Og sálfræðingar sem ég hef unnið með til dæmis hafa oft lent í því að skjólstæðingur fer frá þeim eftir að þau upplifa kannski í viðtali að það hafi gengið rosalega vel, við erum loksins kannski að ná einhverjum árangri, upplifir sálfræðingurinn, og svo næst þegar skjólstæðingurinn kemur og þá eru þau bara komin aftur á byrjunarreit. Og þá gerist það þannig að þau koma heim, þau hitta þar fyrir félaga sína og félagarnir fara í raun og veru nánast leið aktíft að draga úr hverju sem það var sem var að ganga vel í viðtalinu. Sem að getur verið mjög frústrerandi og með raskanir eins og átraskanirnar sem eru langsamlega hættulegustu geðraskanir sem við dílum við í heiminum í dag, að þá það bara alveg gríðarlega vítaverð hegðun að ýta undir eða hvetja fólk í staðinn fyrir að reyna að hjálpa þeim að takast á við vandamálið. Netið býður okkur, við áttum okkur ekkert alltaf á í raun og veru kraftinum að bak við internetið og það alveg ástæða fyrir því að vísindamennir tala þetta sem merkilegustu uppfinningu allra tíma og það ástæða fyrir að þetta breyti heiminum eins og það hefur gert. Netið í raun og veru eitt að kraftmesta eða öflugasta sem við nokkuð tímann búið til og við röltum með það í vasanum á okkur á hverjum einasta degi og skutlum skilaboðum fram og tilbaka án þess í raun og veru að velta eitthvað sérstaklega fyrir okkur hvert eða hvernig þessar upplýsingar koma til með að hafa áhrif. Krakkarnir okkar gera þetta jafnvel ennþá meira heldur en við. Þeir að nota netið mjög frjálslega og gera sér, þeir þekkja mjög mikið, þeir vita mjög mikið en þeir á móti eru samt ofboðslega værukærir í því hvernig þeir nota netið og átta sig í raun og veru engan veginn á því hvaða áhrif þeirra orðræða getur haft og það mjög mikilvægt að við svona minnum krakkan á að það sem við setjum á netið mjög erfitt og í raun og veru í mörgum eða ekki flestum tilfellum ómögulegt að losa sig við. Það alls konar dæmi þetta. Dæmi til dæmis að núna í Evrópu það orðið þannig að þú getur beðið Google það að fjarlægja þig af Google þannig að þú getur, og Google verður að verða við því ef þú býrð innan Evrópu en það sem að gerist að ef ég leita, segjum að ég láti fjarlægja mig á Google
og þið leitið af mér á netinu og finnið mig ekki á Google. Ef þið hins vegar farið síðan út fyrir Evrópu, farið til Bandaríkjanna eða Asíu og framkvæmið sömu leit, að þá birtist allt sama efnið og var þar áður en ég bað Google að fjarlægja mig. Það bara innan Evrópu sem ég finnst ekki. Þetta svona kannski sýnir að einhver leiti hvernig svona miðlarnir vinna og hvernig þeir svona snúa reglunum svolítið í kringum sig og leika sér að þeim. Sama skapi þá hefur fólk lent í því að þú setur kannski myndin á Facebook, fjarlægir hana og telur að hún sé þá horfin og farin, en síðan ári seinna þá færðu minningu frá Facebook mynd eftir þessum atburði þar sem að minningin myndin sem þú fjarlægðir, sem að sýnir að myndin sem að þú fjarlægðir, hún í raun og veru hvarf ekkert nema hún hvarf úr sjónum þér. Krakkarnir okkar gera sér engan veginn grein fyrir þessu og kannski eitt svona mest, hvað ég að segja, svona skringilegasta, leiðilegasta, hvimlegasta sem við höfum lent í hvað þetta varðar var að í mörg ár þá vorum við með mjög stóra baráttu þar sem við reyndum að hvetja krakkarnir okkar til að fara varlega í hvernig myndir þeir sett á netið. Við ýttum mjög mikið eftir þeim að fara varlega og passa sig hvað þeir settu. Það voru svona fyrirsagnir sem við notuðum eins og að ef þú vilt ekki eða birtist framan á dagblaðinu, ekki setja það á netið. Og við sáum alveg smá breytingu, við tókum eftir að krakkar urðu alveg varir sig og þeir svona aðeins kannski fóru að passa sig. En síðan kom merkilegt apparat sem heitir Snapchat og í kjölfarið á því að þá ruku þessar myndir upp úr öllu valdi og sexting varð alveg gríðarlega vinsælt aftur. Núna sjáum við síðan eitthvað sem við svo sem áttum kannski aldrei vona á fyrir einhverjum 20 árum síðan, en það að það að senda tippamyndir orðið alveg rosalega stórt fyrirbæri og fyrir ákveðnum aðilum og jafnvel frekar stórum hópi einstaklinga þá það bara eitthvað sem telst jafnvel bara eðlilegt að gera, að senda tippamyndir, hvort sem að það sá eitthvað sem óskað eftir eða ekki. Og þar treystir fólk rosalega mikið á þessa fítus að myndir hverfi eða þær vistist ekki, þær geymist ekki og þeir hugsa ekki út í raun og veru að það eru ofboðslega margar leiðir fyrir utan að serverinn hjá fyrirtækinu sem að rekur appið geymi myndina, að þá eru rosalega margar aðrar leiðir fyrir myndina til að vistast. Og krakkarnir okkar fatta ekki í raun og veru þessa einföldu dýnamík í raun og veru. Ég er með nokkur svona dæmi þetta sem eru kannski svona frekar leiðileg og ljót. Ég er með nokkur mál til dæmis í gangi núna, hvað ætli sé ekki 5 núna, þar sem að einstaklingar sem að eru í viðtölum hjá mér hafa lent í því að vera ásakaðir eitthvað á netinu sem að hefur síðan rosalega afdrifaríkar afleiðingar fyrir þá. Þannig að til dæmis strákur sem er í viðtali hjá mér, hann var sakaður í gegnum netið að hafa nauðgað stelpu, hann er 13 ára og hún er 13 ára. Stelpan fer ekki, hvað við getum kallað það, svona rétta leið með málið, fer ekki til foreldra, kennara, lögreglu, heldur fer beint á TikTok. Myndbandið sem að hún setur á netið að það nær gríðarlegri dreifingu, það nær til rúmlega 10.000 manns á fyrsta sólarhringnum og er núna komið í mjög mikla dreifingu og strákurinn lendir í því kjölfarið að vera í raun og veru algjörlega gerður útlægur úr öllu sínu umhverfi, félagar, vinir, skólinn, það er hrækt á hann þegar hann mætir í skólan, stólið skólatöskun hans, honum er hrint. Og kannski það öflugasta eða kannski alvarlegasta var þegar hann fór síðan með móður sinni í skíðaferð og lendir í því í skíðaferðinni á Akureyri að það koma krakkar í brekkunni og byrja hrindunum og stríðunum út af myndunum sem þeir höfðu séð á netinu. Þessi strákur býr í Reykjavík og hefur enga beina tengingu við Akureyri og það var engin ástæða til þess að neini krakkar á Akureyri ættu neitt að vita til hans, en í gegnum myndina sem var dreift þá var hópur af krökkum sem að vissu svo sannarlega hver hann var og hvað hann átti að hafa gert. Og ég er með nokkra stráka í þessum sporum, þeir eru núna eins og segi held ég 5 sem eru allir undir 16 ára sem hafa verið sakaðir allt frá að vera perrar og þá fyrir það að senda til dæmis tippamyndir yfir í það eins og þessi strákar vera sakaðir hreinlega að hafa nauðgað einhverjum án þess að það liggi fyrir því í raun og veru nein rök eða nein sönnun og þeir lenda í kjölfarið alveg gríðarlega mikið af erfiðum kringumstæðum.
Og stelpurnar sem að til dæmis í þessum tilfellum hafa dreift myndunum gera sér engan veginn grein fyrir. Það var aldrei þeirra ætlun að ná til 10.000 plús einstaklinga. Þær sáu fyrir sér að þetta myndi hugsanlega fara til vinkvenna þeirra og kannski myndi einhverjir krakkar í skólanum sjá þetta en síðan myndi það í raun og veru bara eyðast og stoppa. En það rosalega mikið af dæmum það að við missum svona stjórn. Að við missum stjórn á netinu, við missum stjórn á samtalinu. Eitt af svona frægasta sem að vísindamenn hafa núna í alveg þó nokkuð mörg ár verið að rekja og eitt miklu púður í að skoða. Það mikið til af svona pælingum í kringum að það umræða tískufyrirbæri sem heitir the thigh gap eða svona bilið á milli læranna á konum. Og thigh gap umræðan hefur verið til lengi og hefur alveg tíðkast í tískuheimum lengi. En það eru þó allir sammála í þessu að það átti sér stað alveg gríðarlega stór breyting árið 2012 í kjölfara því að menn vilja meina samtals á milli stráka á internetinu. En þá voru strákar á internetinu að horfa á Victoria's Secret nærfattasýningu og voru að spjalla sýninguna í gegnum internetið, sátu hver hjá sér og voru að röfla. Á einhverjum tímapunkti beinist spjallið þeirra að bilinu á milli læranna á stelpum. Og það sé eitthvað svona samasemmerki á milli þess að vera með bil á milli læranna og að vera sætur eða flottur eða hvað það Umræðan springur í kjölfarið á því og í raun og veru hættir öll önnur umræða og öll umræðan hverfist í kringum þetta. Og hún fer yfir í það á nokkrum vikum, að held ég 4 vikum og þá þetta orðið rúmlega 30.000 manns út allan heim sem að tala þetta fyrirbæri. Tískutímarit taka þetta upp í kjölfarið, það byrjar umræða, virk umræða á opinberum vettvangi þetta og fljótlega byrja aðgerðir hjá lýtalæknum sem miða að því að fjarlægja vöðva og fituvef frá lærum kvenna að verða algengari og algengari. Og enn þann dag í dag síðan meðal þeirra vinsælustu sem framkvæmdir skilst að núna sé einhvers staðar í 3. sæti yfir vinsælustu aðgerðir sem lýtalæknar framkvæma. Sem var eitthvað sem í raun og veru sást ekki á topp 10 listum ef við segjum að þannig fyrir árið 2012. En ef við hugsum þessi strákar sem sátu heima á sér og horfðu á einhverja sæta stelpur á nærfötunum og voru að röfla sín á milli, það var aldrei þeirra ætlun að hafa nein áhrif á það hvernig einhverja stelpur litu á sjálfa sig eða hvernig þær hugsuðu líkama sinn. Þeir sá ekkert fyrir sér að þeir myndu hafa svona víðtæk áhrif. En þrátt fyrir það að þá mistuðu stjórn á spjallinu og þetta í raun og veru endaði á því að verða niðurstaða. Og þarna sjáum við í raun og veru bara hversu kjánalega stór áhrif internetið getur haft. Við á Íslandi svo sem þekkjum þetta frá öðrum málum munum eftir aðilum eins og í Lúkasamálinu til dæmis fyrir norðan, fyrir þó nokkuð löngu síðan, þar sem einstaklingur átti bara mjög erfitt uppdrátt fyrir langa tíma, misti vinnun og annað slíkt í kjölfarið á því að vera sakaður eitthvað sem að síðar kom í ljós að hann hafði bara hreinlega alls ekki gert. Þetta alveg rosalega stórt vandamál og við fullorðna fólkin erum í raun og veru alveg eins sek að gera kjánaleg mistök krakkarnir okkar. Krakkarnir okkar í raun og veru bara eyða meiri tíma þarna og gera hluti oft á tíðum sem við gerum okkur ekki grein fyrir og þannig getur það þá síðan snúið sér við og meitt þau. Svolítið svona erfið þróun á síðustu árum hvað þetta varðar hefur verið að stór fyrirtæki, oft mjög spennandi fyrirtæki og svona kannski mest spennandi skólanir sem að fólk vill fara í, þeir hafa farið að taka upp á þeirri iðju að skoða netsögu og skrapa eins og við köllum það, fara alveg bara onni í hverja smugu í internetsögu einstaklings áður en að það ákveðið að ráða einstakling eða hleypa einstakling inn í skólan sem hann vill komast í. Þetta á sérstaklega við í Bandaríkjunum svokallað Ivy League skóla og svo gerist þetta mjög gjarnan hjá stórum tölvufyrirtækjum. Og ég hef unnið með núna, ég sé ekki bara á síðustu 10 árum þetta örugglega ykkur 8 til 10 einstaklingar sem hafa lent í bara stökustu vandræðum og í einhverjum tilfellum bara hreinlega ekki geta komist inn í skólan eða fengið vinnuna sem þeir vildu fá út af því að einhvern tímann í fortíðinni gerðust þeir sekir eitthvað sem að þessari þá tilteknu stofnun mislíkaði einhvern veginn gróflega. Frægasta dæmið ég alltaf tekið þá tók það meðal annars fyrir krakkan ykkar en það dæmið stelpu sem kom til mín núna fyrir nokkuð mörgum árum síðan sem átti sér þann draum heitastan að komast í Harvard, það var nú skólinn sem hún vildi mest komast í, hafði sjálf búið í Bandaríkjunum þegar pappinnar var að læra í Harvard
Hún hérna síðan flytur til Íslands alveg með þennan draum alveg bara fyrir framan sig, þetta var það eina sem hún vildi og hún var alveg rosalega dugleg, lagði sig alla fram og stóð sig ofboðslega vel bæði í grunn- og menntaskóla, tók meira að segja fyrir það sem að við unnum síðan með ég og hún tók hún mjög afdrifaríkar ákvarðanir í menntaskóla sem til að hjálpa sér að læra sem að reyndust mjög erfiðar fyrir hana síðan eftir á. Hún ákvað að taka ekki þátt í neinu félagslífi og útilokaði flest allt fólk í kringu sig til þess að geta einbeitt sér algjörlega að skólanum. Svo sækir hún og fær synjun frá öllum skólunum. Hún sækir í 3 skólum og hún fær synjun frá öllum 3 skólunum. Og þegar að það er farið að skoða það nánar og kemur í ljós að ástæða synjunarinnar liggur í því að þegar hún er 14 ára að þá sendir hún af sér mynd. Hún er að tala við strák sem hún þá var skotin í, þetta er rétt áður en hún byrjar í menntaskóla. Og einhverju brýri hjá henni og þessum strák ákveðu að senda hvort öðru mynd af sér og hún fer inn á baðherbergi og tekur af sér mynd bera ofan. Samkvæmt amerískum lögum og reyndar svo sem líka samkvæmt íslenskum lögum að þá telst þessi mynd barnaklám og það er ekki gert greinarmun á því hvort það sé hún sem er að dreifa mynd af sjálfri sér eða einhver annar að dreifa mynd af henni. Hún er þarna sek það að dreifa barnaklámi og skólarnir vilja ekki bendla sig með neinum hætti við barnaklám. Og þetta náttúrulega get ímyndað ykkur, það var engin leið að snúa þessar ákvörðunar og ekkert sem hún gat gert til þess að komast inn í skólana. Hún á endanum var það algjörlega umbylti öllu og fór í skóla allt annars staðar. En þið getur rétt ímyndað ykkur að hafa gert það sem hún gerði og einbeitt sér svona mikið í svona langan tíma að þessu markmiði til þess eins að láta eina mynd sem hún tók og í raun og veru var búin að steingleyma þegar að koma að því að sækjum að fara í þessa skóla, eyðileggja það allt fyrir sér. Þannig að við þurfum að vera rosalega vör okkur og passa okkur. Þetta er ekki lengur bara spurning einhvern leik sem hefur engin áhrif út fyrir raunveruleikann. Þetta getur haft áhrif á okkur bara mjög víða. Þetta, eins og sem sýni krökkunum ekki allar þessar myndir, ég fá að sjá talsvert meira heldur en börnin fá að sjá. En krakkarnir, sérstaklega yngri krakkarnir, að þeir voru gríðarlega áhugasamir þetta fyrirbæri en hérna erum við komin inn í þar sem að fólk er farið í raun og veru að leika sér að þessum krafti internetsins, það er að nota það hvernig internetið virkar til þess að búa til sögur og við köllum sögurnar hérna creepypasta. Creepypasta sögur eru í raun og veru svona, talað hvísluleikinn ef þið kannist við hvísluleikinn, þar sem við í raun og veru hvíslum að fyrsta manni og svo hvíslar hann áfram og sagan hún breytist og breytist. Creepypasta er alveg gríðarlega stórt á netinu og alveg endilega fyrir mömmur og pappa að tala við krakkana sína creepypasta. Krakkar í 4. bekk og krakkar í 5. bekk voru með algjörlega á hreinu ótrúlegustu hluti creepypasta og höfðu eitt greinilega talsverðan tíma í að lesa og skoða og velta fyrir sér og þar á meðal voru krakkar sem að opinberuðu að upplifa martraðir og vera hræddir, jafnvel myrkfælnir í kjölfarið á því að lesa og skoða þessar myndir á netinu. Ég veit ekki hvað ég vitið creepypasta, en creepypasta í raun og veru er leikur á orðum, þetta er copy-paste, nema bara þá creepy-paste, gengur út af það að finna eitthvað sem þið finnst vera pínlítið óhugnanlegt og leika þér síðan að því að færa það áfram og breyta því með einhverjum hætti. Stærstu og frægustu creepypöstun eru vinstra megin á skjánum, Slenderman og svo þarna niðri, þessi allra frægasta í dag, Momo. Í báðum tilfellum ósköp saklausir hlutir sem sprungu í loft upp á einhverri ástæðu. Slenderman verður til þegar að sænskættaður listamaður í New York ákveður að taka þátt í Photoshop-keppni og þið sjáið þarna niðri í vinstra horninu eina af myndunum 3 sem hann sendi inn í Photoshop-keppnina, tók myndir af krökkum að leika sér á róluvelli og photoshopaði inn í þær þessa skrýtnu furðuveru þarna í bakgrunnum með mjög langar hendur og langa limi sem lítur út eins og hann sé að labba í burtu með einhverja krakka. Hann tapar Photoshop-keppninni og verður mjög súr, verður mjög tapsár, fer og finnur stimpilinn sem þið sjáið efst á hægra horninu á myndinni og setur síðan myndinar mjög afgerandi og mjög ákveðið inn á
samsæriskenningasíður, svona síður þar sem að fólk var að tala geimverur og svona einhverjar svona alls konar skringileg samsæri. Þar ná myndirnar flugi, fólkið telur sér trú að þetta séu raunverulegar myndir frá opinberum stofnunum sem að staðfesti tilvist einhvers og í kjölfarið á því þá myndast umræðan sem að leiðir síðan til Slendermans og Slenderman í dag gríðarlega stórt creepypasta. Þetta bíómynd mann og það til endalausar sögur, það hægt að leita og finna ótal myndbönd og mjög gjarnan ef ekki bara hreinlega yfirleitt eru það unglingar sem að leika sér að búa til og nota alveg rosalega mikið og fjörugt ímyndunar til að búa til ofboðslega flott efni. Þetta alveg gríðarlega flott myndbönd og mjög oft ofboðslega flottar sögur sem það búa til. En náttúrulega, ef við getum hugsað þannig að eins og netið virkar að þá stoppar þetta ekkert hjá krökkunum sem búa þetta til og það stoppar sjálfsögðu ekki heldur hjá krökkunum sem að, ef við getum orðað að þannig hafa efna á því að lesa og skoða þetta, heldur dreifist þetta miklu víðar og getur ýtt undir rosalega mikið af ótta og vanlíðan. Þannig að við sjáum til dæmis mjög gjarnan að yngri krakkar, þeir verða varir við þetta í gegnum eldri krakkana eða rekast á þetta þegar þeir eru að vafra og fyllast alls konar hugmyndum og þeir eiga voðalega erfitt með að aðgreina þetta frá raunveruleikanum, þannig að þeir trúa alls konar hrikalegum hlutum að þessi eða hinn og þau hafi jafnvel séð glitta í Slenderman eða Momo eða frænka þeirra var að horfa á myndband þar sem að Momo birtist. Draugasögunar Momo ganga eiginlega alltaf út á það að Momo birtist í saklausum myndböndum. Yfirleitt eru það þá krakkar sem eru að horfa á myndbönd eins og Peppa Pig á YouTube eða eitthvað svoleiðis og svo allt í einu birtist þetta fyrirbæri Momo og á að hvísla að börnunum að gera eitthvað hrikalega hluti, setja járn í örbylgjuofninn eða stinga gafli í rafmagnsinnstungur eða gera eitthvað slíkt. Sagan á bak við Momo hins vegar kannski talsvert saklausar en það og kannski pínu sorgleg. Þannig að það var japanskur listamaður frá Ástralíu sem bjó til þessa styttu fyrir heimssýninguna í Japan fyrir nokkuð mörgum árum síðan núna. Einhver tók sér til og tók þessa frægu andlitsmynd af Momo og byrjaði að dreifa henni. Þegar að myndin komst í dreifingu að þá var listamaðurinn svo miður sín að hann endaði á því að eyðileggja styttuna. Þetta var alls ekki hans ætlun eða hans draumur að myndin eða styttan yrði notuð til þess að vekja einhvers konar ótta. Þannig að það alltaf einhver saga á bakvið en út frá sögunni, út frá til dæmis í þessu tilfelli erum við að tala góðsagnaveru úr japönskum svona hefðum að hálfri konu og hálfum fugl sem að þessi listamaður ákvað að búa til en síðan úr því verður þessi hryllingsvera sem á að koma og hvetja okkur til þess að gera einhverja hrikalega hluti. Sagan Momo og þessi skilaboð frá netinu að netið sé einhvern veginn að þar sé einhvers konar samsæri eða jafnvel hugmyndin drauginn í kerfinu sem á að koma og sannfæra okkur að deyja. Hún kemur síðan frá í raun og veru því að á netinu erum við með því miður alveg óheyrilega mikið af óæskilegum einstaklingum. FBI í Bandaríkjunum gefur út tölfræði sem að segir að það sé eiginlega aldrei minna en 100.000 barnaníðingar á netinu. Og í raun og veru alveg sama hversu marga þeirra við handsömum og hversu marga hringi við upprætum að þá alltaf einhverjir sem taka við. Og það ótrúlegt hvað hópar af einstaklingum á netinu geta gengið langt til að gera skelfilega hluti. Ég að vinna með þó nokkuð til dæmis núna af krökkum í dag, yfirleitt krakkar sem eru með einhvers konar taugaþrávik, krakkar með einhverfu yfirleitt sem að lenda í því að fara og sækja í ákveðna vinahópa á netinu og svo byrjar samtalið á milli þessa einstaklings og vinahópsins mjög fljótlega að snúast upp í einhvers konar einelti. Og einstaklingarnir eru þannig búin að mynda vinasambönd við þessa einstaklinga á netinu og þora ekki að sleppa eða líður illa þegar við tilhugsunum að sleppa og þessi einstaklingar ganga alveg gríðarlega langt í það að reyna að fá þá til þess að gera hrikalega hluti, fá þá til að senda sér myndir, fá þá til að brjóta og eyðileggja hluti eða jafnvel reyna að pota þeim áleiðis í áttina því að skaða sjálfa sig. Þessir einstaklingar þó svo að sögurnar séu kannski margar hrikalegar þá svo sem ekki margar sögur eða raunverulega sögur að einstaklingar hafi bókstaflega farið og gengið alla leið en
hugmyndin það hana má reka til Rússlands fyrir núna nokkur mörgum ára síðan, held að sé 2011, þegar að ungur sálfræðinemi tók sig til og hann var að sækja í svona prósíðu. Það eru til mjög sérkennilegar prósíður sem að ganga út á það að hvetja til sjálfsvígs. Þannig að síður sem að fólk sem að leitt á lífinu og líður illa, það fer inn á þessar síður og getur þar fengið allskyns ráðleggingar og leiðbeiningar það hvernig þau geti í raun og veru tekið lokaskrefið. Og þessi ungi sálfræðinemi hann satt og fylgdist með rússneskri síðu og fylgdist þar með samtölum sem áttu sér stað og ákvað síðan út frá einhverjum furðulegum hugsunum hjá honum að nota það sem hann var búinn að vera að læra í sálfræðinni til þess að reyna að búa til verkefnalista til þess að hjálpa einstaklingum á þessum síðum að ná sínu markmiði að takast eigið líf. Hann var síðar handtekinn í Rússlandi og dæmdur fyrir að hafa leitt til þess að 4 rússneskrar konur tókust eigið líf með því að nota þennan 50 atriða lista sem hann bjó til. Þessi listi og þessi í raun og veru saga að einhverju leyti hugmyndin á bak við Momo og hugmyndin að sjálfsögðu á bak við svona fyrirbæri eins og bláa hvalinn, ef ykkur veit hvað blái hvalurinn er. Blái hvalurinn í raun og veru gengur bókstaflega út á að á netinu sé 50 atriða listi sem að fólk á að leysa og það sé einhverjir aðilar sem að senda þessi verkefni, þau eiga staðfesta verkefnin með því að setja myndir á Instagram eða inn á 4chan, 8chan, einhverja álíka síður og til þess að staðfesta það gert og þá fá þau alltaf næsta verkefni þangað til þau enda á því að takast eigið líf. Hugmyndin að þessu kemur frá sögunni þennan rússneska sálfræðinema. Hræðslan við bláa hvalinn hefur verið það mikil, sérstaklega í ákveðnum löndum, alveg eins og Momo varð langstærst í Ástralíu, að þá varð blái hvalurinn langstærstur í Brasilíu. Í Brasilíu eru alls konar hugmyndir og sögur það að það sé ótrúlega margir sem hafi fundið listan á netinu og leyst verkefnin og takist eigið líf. Og út frá því hafa komið alls konar verkefni eins og The Butterfly Project og Baleia Rosa sem bæði ganga út á Baleia Rosa, þá bleiki hvalurinn sem gengur þá út á eitthvað öfugt við bláa hvalinn og The Butterfly Project gengur út á það að draga úr eða stoppa krakka og fólk frá því að skaða sjálfa sig. Þá hugmyndin svo að einstaklingur eigi að taka túss eða penna og hann eigi að teikna fiðrildi á líkama sinn þar sem hann myndi venjulega meiða sig og svo það verkefni einstaklingsins að halda fiðrildinu lifandi eins lengi og hann getur og þá náttúrulega sjálfsögðu gengur ekki að vera að skera sig eða að meiða sig sem að getur þá sjálfsögðu eyðilagt fiðrildið. Krakkarnir okkar í raun og veru og eins og ég sagði áðan alveg niður í 4. bekk vita ótrúlegustu creepypasta og hafa skoðað alveg hrikalega hluti í kringum það. Þannig að það mjög mikilvægt fyrir mömmur og pappa að gera sig grein fyrir og átta sig á að því að það engin stimpill neinstaðar sem að segja að þetta efni sé bannað innan einhverjum aldurshóp og það ekkert neitt sem að kemur í veg fyrir eða stoppar að krakkarnir okkur sjá þetta og yfirleitt að þá ná síurnar sem við notum til þess að sía og sigta í burtu ljótt tal eða klámfengi efni eða eitthvað svoleiðis, þær ná ekki að stoppa hrollvekjandi sögur eins og þetta og það mjög oft sem að foreldrar rendi í því að mjög skyndilega verður barnið þeirra kannski sérstaklega krakkar í 1., 2. og 3. bekk að þau verða bara mjög skyndilega gríðarlega myrkfælin. Bara gerist bara nánast eins og hendi sér veifað allt í henni bara þora þau ekki lengur að sofa inn í herbergi hjá sér eða geta ekki lengur labbað í skólan eins og þau hefðu venjulega gert. Og þá ofta tíðum liggur að baki að þau hafa verið að skoða að sjá svona hluti sem að við kannski kærum okkur talsvert síður að þau séu eitthvað að velta fyrir sér. Svona. Eitt svona stærsta vandamálið sem að ég sem sálfræðingur hef verið að vinna með í kringum internetið og kannski getum líka einhver leyti sagt kannski frægasta, það sem að fólk kannski þekkir. Ok, einhver að spyrja hvar ég var með fyrirlestur. Ég búinn núna að fara í hvað? Ég var í Vallaskóla í gær. Ég fór á Stokkseyri í dag, ég fór á Eyrarbakka í dag og ég fór í bæði Sunnulæk og Nýja skólann, Stekkjaskóla eða hvað hann heitir,
í dag að tala við þá ákveðna bekki. Og á morgun fer ég síðan aftur, þá fer ég aftur í Vallaskóla og svo fer ég í Sunnulæk á fimmtudaginn. Þannig að ég að fara að vera með alveg þó nokkuð marga fyrirlestra fyrir krakkana. En svona eins og segir, kannski frægast og stærsta vandamáli sem við glímum við er krakkarnir, þó svo að margir þeirra þegar þeir enda á því að leita til mín eru orðnir kannski svolítið fullorðnir. En þeir sem að í raun og veru missa kannski getum þessar svona áttir þegar kemur á netinu, þeir ánetjast ef við getum kallað það, þeir festast fyrir framan skjáinn. Framan af, eins og strákurinn sem ég sagði ykkur frá alveg fyrst, þar erum við með strák sem að hann upplifir einelti og vanlíðan í skólanum, hann upplifir að krakkarnir samþykkja hann ekki mjög snemma, en finnur síðan samþykki og vináttu og félagsskap í tölvuleik. Félagarnir í tölvuleiknum hins vegar að þeir eru ekki Íslendingar, þeir í hans tilfelli áttu flest allir heima í Asíu, þannig að til þess að eyða tíma með þeim þegar þeir væru búnir í skóla og þegar þeir væru að spila, að þá þurfti hann í raun og veru mjög fljótlega að snúa sólarhringnum sínum svolítið mikið við til þess að geta hitt þá í raun og veru vini sína. Framan af kannski frá 2005 þegar ég byrja fyrst að vinna í þessum málum á Íslandi og til svona 2011 að þá voru þetta helst svona mál, krakkar sem að lenti í einelti, krakkar sem að svona heltust einhvers staðar úr lestinni og þetta var ekkert neitt hrikalega mikið af fólki þó svo að það hljóð eitt mál sé klárlega meira en nóg, þetta voru kannski svona 5, 6, 9 mál á ári. 2011 sáum við hins vegar rosalega stóra breytingu þegar að rafíþróttir urðu gríðarlega vinsælar á heimsvísu, fóru frá því að vera fyrirbæri sem að Suður Kóreumenn eyddu talsvert og kannski mestum tíma í, yfir í að vera fyrirbæri sem að var að birtast kannski á meira á heimsvísu. Þá sáum við MLG-deildina fyrst birtast í Bandaríkjunum, Major League Gaming og alls konar stór fyrirtæki í tölvuleikjabransanum fóru að halda risamót. Þá fóru krakkar gjarnan að líta á spilarana, bæði spilarana sem voru að keppa og svo líka spilarana sem voru að streyma sem svona sínar hetjur í lífinu. Þetta eru þeirra íþróttahetjur, þeirra fyrirmyndir. Og eins og við kannski gerum oft með fyrirmyndir, hvort sem að það í tónlist, kvikmyndum, einhverju öðru, að þá svona viljum við reyna eins og við getum náttúrulega apa eftir þeim. En munurinn, og það sem er kannski svolítið áhugavert, að munurinn á kannski draumum þegar kemur að tónlist og kvikmyndum til dæmis, eða leiklist og tónlist, og svo tölvuleikjum í raun og veru hversu langt í burtu eða hversu stutt frá þessum draum við erum. Ég til dæmis var mjög mikið í tónlist sjálfur þegar ég var krakki og eyddi mjög miklum tíma í að semja og spila og var í alls konar hljómsveitum og lærði á alls konar hljóðfæri og átti mínar hetjur í tónlist vissulega. En mínar hetjur í tónlist alveg eins og ég veit hjá krökkum sem í tónlist í dag að þá eru hetjunar mjög fjarlægar. Ég gat hort á myndbönd eða lesið þær en ég gat í raun og veru ekkert átt nein sérstök samskipti við þær umfram það. Í dag upplifa krakkarnir okkar að hetjunar þeirra eru bara innan seilingar. Þeir hlusta á hetjuna sínar, jafnvel bara spjalla daginn út og daginn inn klukkutímum saman. Ef einstaklingur að streyma kannski 2-3 klukkutíma þá barnið að fylgjast með og heyra og spjalla hversdagslegustu hluti í kringum tölvuleikinn á daglegum basis. Og svo horfa þeir á hann og fylgjast með honum eins og við gerum með aðrar hetjur og draumurinn af því að þau eru líka að gera það sama, þau eru að spila eins og jafnvel í sumum tilfellum upplifa þau jafnvel geti og kunni og séu jafnvel að mörgu leyti bara alveg jafn góð og hetjan þeirra. Þannig að þá verður draumurinn einhvern veginn miklu nær þeim. Þannig að það verður miklu raunhæfara í þeirra huga að eltast við drauminn og gefa annað upp á bátinn. Og vissulega bara fínt að spila leikina og streyma upp að einhverju marki en það alltaf ákveðin hópur sem að upplifir í raun og veru að þeir geti gengið lengra, að þeir geti gert meira og að þeir þurfi bara þetta eina skref í viðbót. Þannig að þeir kannski að spila og þeir upplifa að þeim gangi vel en til þess að ná þessum herslumun að þá þurfi þeir að bæta við sig og þetta sjáum við svo sem í öðrum hlutum líka. Ég hef verið með einstaklinga sem að æfa íþróttir sem eru kannski að æfa fótbolta og eiga sér þann draum heitastan að verða atvinnumenn og svo kemur ykkur ákveðin tímapunktur í þeirra lífi, kannski í kringum 16-17 ára, þar sem að þeir fara jafnvel þá að bæta við sig, eru kannski þegar að taka 5-6 æfingar á viku og eru síðan farin að taka 2-3 aukaæfingar
í hádeginu í skólanum eða fara í ræktina mjög reglulega umfram venjulega æfingarnar sínar og almennt séð lítum við það ekkert sérstaklega slæmum augum en það kannski bara að einhverju leyti hollt en við myndum fara að setja strik í reikningin held ég ef að þessi strákar færu að skrópa í skólan og æfa fótboltann og fara í ræktina kannski 2, 3, 4 klukkutíma 4-5 sinnum í viku umfram venjulegar æfingar. En það það sem að þessi krakkar gera. Talvan og leikirnir eru svo nálægir, það svo auðvelt að komast í þá. Draumurinn að verða ríkur og frægur og græða pening, hann bara þannig handan við hornið. Þannig að þeir fara og hella sér í það að æfa og æfa og æfa 8 tíma langt umfram það sem að getur talist eðlilegt. Það sem gerist síðan síðan svolítið áhugavert því það í raun og veru gerist á það sama hjá þeim og hjá krökkunum sem upplifðu eineltið eða vanlíðanina með því að klippa hluti í burtu, með því að hætta að hitta vini eða skrópa í skólan eða taka ekki þátt í svona hinn og þessu sem þeir voru vanir að gera áður, að þá í raun og veru byrja þeir að upplifa vanlíðan. Þeir byrja að upplifa vanlíðan gagnvart þessum hlutum. Það verður ógnvekjandi til dæmis, eða hugsið til dæmis strákinn sem búinn að sjá fyrir sér að verða atvinnumaður í League of Legends og situr heima og æfir og mamma og pabbi að rífast í honum, hann þurfi nú að fara í skólan. Hann ekki búinn að mæta í skólan í alveg þó nokkra daga, kannski í mánuð. Tilhugsunin að allt í einu fara og mæta í skólan orðin svolítið þung, hún svolítið erfið. Hann jafnvel farin að upplifa kvíða gagnvart því að fara í skólan aftur. Og hægt og rólega gerist þetta síðan með alla aðra hluti líka, þegar fyrir raun og veru hægt og rólega mynda með sér hræðslu gagnvart öllu mögulegu sem gerist utan tölvunar. Þangað til á endanum hann kominn á stað, svipað á strákurinn í fyrstu sögunni, sem að hann í raun og veru bara kemst ekki út fyrir hússins dyr og nær þar af leiðandi engum árangri. Ágætis svar við þessu höfum við einhverju leyti séð kannski á síðustu árum á Íslandi. Við sáum fyrir nokkrum árum síðan, minnir að þessi 2018, að þá var stofnað á Íslandi samtök sem heita rafíþróttasamtökin og rafíþróttasamtökin í kjarnan ganga þá út af það að bjóða upp á hollan og skynsaman vettvang fyrir krakkana að spila og reyna í raun og veru að draga þá kannski úr óhófinu og vitleysunni í kringum að spila allan sólarhringinn eða sleppa öllu mögulegu til þess að spila. Og á mörgum stöðum, ég veit marga þjálfara hjá rafíþróttasamtökunum sem að gera bara mjög flott starf og að gera mjög góða hluti. Þannig að það eru margir krakkar sem að fá tækifæri þarna sem að þeir hefðu ekki fengið áður. En þetta eitthvað sem við þurfum að vera mjög vakandi fyrir. Krakkarnir okkar, þeir eiga þarna stórt líf og einn stór vandi þarna oft það að mamma og pabbi gera sér ekkert endilega grein fyrir þessu. Mér alltaf fundið svolítið svona, svolítið bjagað hvernig við eltum, svona ef við getum kallað ákveðna krakka hægri vinstri. Jafnvel foreldrar tala mjög gjarnan og mikið það hvernig þeir eru búin að skipuleggja allt sumarið sitt í kringum einhver fótboltamót hjá krökkunum, að fara hingað og þangað að gista í fellihýsum og tjöldum einhvers staðar til þess að börnin geti verið á mótum í Vestmannaeyjum eða Sauðárkróki eða einhvers staðar. Og við gerum þetta fyrir mjög margar íþróttir, jafnvel förum erlendis með krökkunum okkar og erum mjög virk í þeirra áhugamáli. Og meira að segja gjarnan ef við skoðum til dæmis einstaklingana sem að ná mjög miklum árangri, einstaklingarnir sem verða atvinnumenn í til dæmis fótbolta, að þar sjáum við mjög gjarnan mjög virk áhrif foreldrarna, að foreldrar þeirra eru mjög gjarnan ofboðslega virkir í þeirra íþróttaiðkun. En svo þegar kemur að tölvuleikjum að þá það voðalega gjarnan bara, já, þetta bara einhver leikur. Og mamma og pabbi mjög gjarnan vita ekki hvað leikurinn gengur út á eða hvort að það séu yfir höfuð einhverjar takmarkanir eða einhver bönn eða einhverjar reglur í kringu leikinn. Foreldrarnir gjarnan hafa ekki spilað leikinn og þekkja leikinn ofboðslega takmarkað. Og það náttúrulega bara skelfilegt þegar við erum með börn sem hafa mikinn áhuga á tölvuleikjum. Því leið og við í raun og veru sýnum leiknum engan áhuga og vitum lítið eða ekkert hann, að þá einhver leyti stimpluðum við okkur bara svolítið út úr þessum heim hjá barninu. Barnið lærir mjög fljótt að mamma og pabbi hafa engan áhuga á því að ræða eða velta fyrir sér tölvuleiknum og þá verður í raun og veru það að halda kjafti og segja ekkert leikinn í raun og veru ósköp eðlilegt fyrir þeim. Þannig að ég mæli alveg eindregið með að sérstaklega ef við erum ekki komin með einhvern svona djúpan og stóran vanda að foreldrar setji sig í stellingar og taki þátt í með börnunum og að kynna sér hvað þau eru að gera og spila með þeim og kynnast því sem að þau eru þá að sýna svona mikinn áhuga. Þetta
þetta rosalega stórt vandamál þegar þetta í raun og veru nær að svona hvað ég að segja blásast út einhvern veginn. Og ég því miður alltaf með alveg gríðarlega stóran hópa einstaklingum sem að byrjuðu þannig í kringum 15-14 ára en þegar þeir eru síðan að koma til mín þá eru þeir kannski 30, 40, í einstaka tilfellum eldri en það. Og þessir einstaklingar í raun og veru búin að klippa í burtu rosalega stóran hluta af lífinu. Þeir eiga ekkert líf fyrir utan tölvuna. Þeirra líf bara allt þar. Mörgum tilfellum að þá eigum við svona, við getum kallað svona einhvers konar aha-augnablik, það sem þau kveikja á perunni og það gerist mjög gjarnan í kringum svona 23 ára aldurinn, svona eitthvað sem virðist vera mjög algengt. Svona frægt dæmi sem ég hef mjög oft tekið að það af strák sem var í viðtölum hjá mér sem var mjög skemmtilegu strákur en hann eyddi alveg gríðarlegan tíma heima að sitja fyrir framan tölvuskjáinn og þegar hann að verða, held ég hann hafi verið alveg við það að verða 24 ára að þá var svona ákveðin rútína heima hjá honum. Hann sat inn í herbergi og spilaði, hann gerði ekkert annað, hann var ekki búinn með neitt skóla, hann hætti bara eftir fyrstu önnin í menntaskóla og hann var ekki að vinna og hann hafði ekki gert nokkuð skapað hlut. Mamma og pabbi voru mjög meðvirk með ástandinu og svona svolítið dönsuð í kringum hann. Og það var hefð á heimilinu alltaf þegar mamma kom heim úr vinnunni að þá fór hún alltaf að setti svona á rúmbríkina inn í herbergi hjá honum og talaði við hann og þetta var svona svolítið fyndið að hún sat og hún talaði raun og veru við bakið á honum því hann snýri bakið í hann og spilaði á meðan hún rausaði eitthvað þarna mislangan tíma eftir hvað hann hafði mikið að segja. Henni fannst þetta rosalega mikilvægt að þau væru þarna að eiga samskipti en viðurkenndi samt sjálfa að hann í raun og veru tók aldrei sérstakann þátt í þessum samskiptum, hann sagði yfirleitt ekki neitt. Eitt skiptið síðan þá kom mamma og þá hafði hún lent í því þennan dag að rekast á félaga hans úr grunnskóla í búðinni og hann hafði, og þau tekist eitthvað spjall með þeim og hann hafði sagt svona frá því sem hann var að gangi í gegnum og þegar hún kemur heim þá fer hún strax í þetta og segir, herðu, veistu hvernig ég hitti í búðinni í dag? Manstu eftir honum Sigga sem var með þér í grunnskóla. Hann bara að flytja til útlanda að fara í framhaldsnám með konunni sinni og barninu þeirra. Og svo þegar hún var búin að spjalla þá fór bara mamma fram eins og venjulega og vissi ekkert hvort að strákurinn í raun og veru hafði tekið eitthvað mark á henni eða hvort hann hafði yfirhöfuð heyrt það sem hún var að segja. En þannig var í raun og veru búið að sá fræi að það í raun og veru fór eitthvað að stað í kollinum á stráknum, hann fór að hugsa, hvað var mamma að segja, Siggi, hann var ekkert, hann var bara algjör fáið, hvað hann eitthvað að flytja til útlanda og það var svona svolítið eins og þetta svona margir þeir sem að vinna í þessum bransa sem ég að vinna í, að þeir tala þessa svona allra hörðustu sem eyða mestum tíma fyrir framan skjáinn, þeir tala þá sem svona eins konar svefngengla, það svona svolítið eins og þau séu sofandi á verðinum og lífið sé bara þjóta framhjá þeim, þeir átti sig ekkert á því hvað verður tíman. Og það í raun og veru það sem gerðist í þessum stráka, hann í raun og veru bara eins og hann vakni allt í einu bara býtu, hvað að gerast, hvar ég eiginlega? Og þá allt í einu fara að koma á hann svona einhver áhöld það býtu að ég orðin 23, ég að verða 24 ára og ég ekki búin með skóla, ég ekki að vinna, ég hef aldrei átt kærustu, ég hef aldrei gert nokkuð skapaðan hlut og hér strákur sem ég þekki úr grunnskóla og hann búin að gera þetta allt saman og hann að eiga eitthvað konar líf. Og fyrsta hugsunin þarna hjá stráka þessum aldrei í raun og veru ég búin að eyðileggja allt. Ég búin að klúðra, þetta bara búið, ég get bara sleppt þessu, það engin tilgangur að halda áfram. Og þessir einstaklingar gjarnan upplifa að það verða mjög svona hvað ég að segja, mjög svona svívirðilegar og mjög endurteknar reglulegar sjálfsvígshugsanir sem að herja á þá. Og það sem kannski áhugaverðast hjá þessum einstaklingum að þeir lýsa því gjarnan að alltaf þegar þeir í raun og veru fá svona tækifæri til að hugsa, alltaf þegar þeir í raun og veru stíga í burtu frá tölvunni, þá herja þessar hugsanir á þá. Þannig ef þeir fara á klósettið, ef þeir fara fram að fá sér að borða, ef þeir stíga í burtu frá tölvunni, að þá leið byrjar að hugsa að þetta er tilgangslaust, mér langar ekki til að vera til lengur. En leið þau setjast niður fyrir framan tölvuna og kveikja á næsta myndbandi eða byrja að spila, að þá sefar það, þá eins og þessar hugsanir hverfi á meðan. Þannig að þeim líður nánast eins og að í raun og veru það að vera fyrir framan tölvuna sé það sem heldur þeim á lífi, það sem í raun og veru bjargar þeim frá því að deyja. Og þetta mjög erfiðar hugsanir til að vinna með. Við þurfum að vera rosalega vör okkur og við þurfum að passa okkur. Tækið sem við erum að nota sem krakkarnir okkar að nota eitt
magnaðasta og öflugasta tæki sem að maðurinn hefur fundið upp á og á meðan að vissulega getum við notað það til þess að horfa á skemmtileg kattamyndbönd og spjalla við Rósu frænku í Danmörku eða læra að spila á gítar eða gera eitthvað annað agalega skemmtilegt að þá getur það líka haft rosalega mikil og víðtæk erfið áhrif í allar áttir og mikilvægast og kannski besta sem við getum gert að reyna að koma í veg fyrir það í raun og veru er að auka meðvitund og við auka þáttöku þá okkar foreldrana og fullorðna fólksins að við vitum og tökum þátt og við í raun og veru afskrifum ekki það sem krakkarnir okkar eru að gera og við séum ekki sofandi á verðinum. Það alveg mjög áhugavert og við ennþá sjáum ár eftir ár sambærilegar tölur. Það virðist lítið sem ekkert breytast í því að foreldrar þegar þeir eru spurðir í skoðanakönnunum í raun og veru þeirra nálgun að tölvunotkun barnanna sinna að þá yfirleitt gríðarlega hár hluti fólk sem að svarar því játandi að þau viti hvað börnin að gera og að sama skapi játandi að börnin að mundu leita til þeirra með hluti sem þau lenda í á netinu. Þetta yfirleitt að bilinu 80–90% foreldra sem segja að þau viti og að þau börnin munu leita til þeirra. En þegar börn eru spurð þessum sömu spurningum að þá það á bilinu 90–100% barna sem að segja að mamma og pappi hafi bara svo sannarlega enga hugmynd, bara viti ekkert hvað þau eru að gera á netinu og undir í raun og veru nánast engum tilfellum þá myndu þau leita til mömmu og pappa með það sem þau lendi. Og ég lendi í því allavega tvisvar sinnum til dæmis á fyrirlestrum í dag að einstaklingar, krakkar sem voru á fyrirlestri töluðu og spurðu mig við hvern á ég að tala þetta og þetta og þegar ég minnist á að tala við fullorðna og þá kannski helst við mömmu og pappa að þá kemur fyrsta svarið ég get ekki talað við mömmu og pappa þetta. Og það náttúrulega gríðarlega stórt áhyggjuefni að börnin okkar í raun og veru skuli vera að upplifa alla þessa ótrúlegu hluti sem að netið býður þeim upp á en í raun og veru líður eins og að þau geti ekkert leitað nema bara til jafnaldra sinna að þau í raun og veru hafi ekkert í nein hús að venda. Þannig að við þurfum að vera talsvert meira á varðbergi og talsvert meira vakandi fyrir og opin fyrir því sem að gerast hjá börnunum okkar á netinu. En þá ætla ég að kannski leyfa ykkur að spyrja ef þið hafið ykkur spurningar. Ykkur sem vil segja eitthvað. Það að unmjúta fyrst. Nú heyrum við svona kribbuhljóð. Ef það eru engar spurningar, þá veit ég allavega að þau voru að hugleiða að leyfa fyrirlestrinum að vera á netinu í eitthvað tíma þannig að þið getið hort á hann og skoðað hann svo sem aftur að sama skapi að þá ég náttúrulega með netfang sem að þið getið eflaust séð ef þið farið og horfið á fyrirlestrin aftur og stendur á fremst eyjólfur@persona.is ég lofa svo sem ekki ég svari ykkur eittur og bingo ég ligg ekki á netinu öllum stundum en ef að þið eru með spurningar sem þið vilja ekki koma með núna þá endilega megið þið koma með þær og senda þær til mín á netinu. Annars bara ætla ég þá að þakka fyrir mig og vona að kom spurning. Mæli ég með tímatakmörkum á netinu? Nei, ég geri það ekki. Og það alveg rosalega skýr ástæða fyrir því. Framan af eins og ég segi þegar ég búin að vera að vinna við þetta mjög lengi og fyrstu árin, fyrsta umræða svona ofnotkun á netinu kemur í kringum 95 og framan af að þá var það rosalega mikið þannig að menn töluðu tíma. En á sama tíma var svona frekar stór tölvuframleiðandi, þetta Ellis hjá fyrirtæki sem heitir Oracle, sem var byrjað að tala að í framtíðinni að þá myndum við ekki vera að horfa á mismunandi tæki, að netið og þessi tæki myndu öll í raun og veru vera einn hlutur. Í dag það raunveruleikinn, við tölum ekki lengur í raun og veru tölvutíma eða leikjatíma, heldur við komið með eitthvað sem við myndum þá tala sem skjátíma. Og það orðið rosalega kjánalega flókið fyrir bara ef við ætlum að fara að eltast við það í dag. Staðreyndin að allir sem eru með snjallsíma, að snjallsíman okkar útheimta gríðarlega orku á hverjum degi, við kíkjum og lítum á símana í gríð og erg og venjulegur snjallsímanotandi skoðar síma sinn svona sirka 150 sinnum á dag. Venjuleg snjallsímanotkun, þá erum við ekki að tala eitthvað öfgar, eitthvað vitleysu, en venjuleg einstaklingur skoðar síman sinn í 2–3 klukkutíma á sólarhring. Krakkarnir okkar fara talsvert fram hjá því, fara lengra, ég skal svara þessu líka, og þeir eyða meiri tíma fyrir framan skjáinn heldur en það.
Og þá þurfum við að velta fyrir okkur hvar drögum við línuna, ætlum við að banna þeim að horfa á sjónvarpið af því að þau eru búin að vera í 3 klukkutíma í símanum eða ætlum við að banna þeim að fara í tölvuleiki á móti sjónvarpinu. Við þurfum að velta svo mörgum og flóknum þáttum fyrir okkur, þurfum að vera í einhvers konar svona njósnara hlutverki krakkana allan sólarhringinn. Það sem er skynsamara að gera þarna í raun og veru er að tengja tölvunotkunina við tengja tölvunotkunina við alls konar aðra hluti í daglegu lífi. Það er að segja að við erum ekki í tölvunni umfram ákveðin tíma. Við eigum til dæmis að vera hætt í flestri skjánotkun sirka minnstakosti klukkutíma áður en fara að sofa, flestir mæla með 2 tíma áður en fara að sofa. Við eigum að sjálfsögðu vera virk í hlutum eins og heimanámi, skóla, tómstundum, félagsskapurinn okkar má ekki allur eiga sér stað bara í gegnum síman eða skjáin. Þannig að við viljum ýta undir að þessir hlutir séu margir hverjir undanfari þess að krakkarnir okkar fari í tölvuna. Þannig að ef að barnið okkar búið að standa sér rosalega vel, duglegt að læra, að hitta vini sína, að stunda æfingar, virkt inn á heimilinu, að þá getur hann verið í tölvunni í einhvern afgangstíma. Einu tímatakmörkunin þarna í raun og veru að við viljum ekki sjá að barnið okkar sé 2+ klukkutíma á hverjum einasta degi. Þannig að það sé allir dagar, enda líka ef við erum að lifa eðlilegu lífi, erum að hitta vini og fara í íþróttir og mæta í skólann og læra og gera allt mögulegt, þá ættum við yfirleitt ekki að hafa tíma til þess að vera það lengi fyrir framan skjáinn. Símalausir grunnskólar eru að mörgu leyti bara, getum við sagt, frábærir. Skólinn gamli grunnskólinn minn og grunnskólinn sem börnin mín ganga í dag er einn af fyrstu skólunum til þess að gerast símalaus. Og í raun og veru engin þörf fyrir börnin að vera með síma í grunnskólum þar sem að grunnskólinni veita þeim aðgang að öllum þeim tækjum sem þeir í raun og veru þurfa. Þeir hafa iPada og tölvur og allt mögulegt sem þeir mögulega geta þurft á að halda og flestir kennarar, hvort sem það hér á landi eða erlendis, tala ofboðslega mikla truflun frá símanum. Símanir veita okkur beintengingu við allan heiminn og það rosalega erfitt að hafa eftirlit með því í raun og veru að stoppa. Og það mjög gaman að skoða og gaman að sjá, jafnvel ef þið horfið á til dæmis bara nýlega sjónvarpsþætti, að þá þessi umræða símaleysi í grunnskólum, það orðið í raun og veru svona einhvern veginn allsráðandi fyrirbæri. Þannig að ef þið farið til Bandaríkjanna, ef þið farið til Bretlands, ef þið farið til Ástralíu, þá eru gjarnan mjög strangar reglur í kringum símanotkun. Sumir skólar í Bandaríkjunum til dæmis nota svona traktpoka, þar sem að þegar krakkarnir mæta í skólan, þá þurfa þeir að ganga í gegnum ekta svona amerísku raunveruleiki, þá ganga þeir í gegnum svona skotvopna eftirlit og þegar þeir fara í gegnum það, þá þurfa þeir að setja símann í svona poka sem læstur og svo geta þeir ekki aflæst pokanum fyrir að þeir fara úr skólanum. Aðrir skólar eru með reglur það að símar verða að vera skildir eftir í skápum eða jafnvel með sétilgerð hólf í skólanum fyrir símana. Þannig að almennt séð símaleysið í raun og veru bara tilkomið af góðu, það til þess að hjálpa krökkunum okkar að einbeita sér, hjálpa þeim að sinna skólanum eins og þeir kannski ætti að vera að gera. Hvaða skoðun hef ég á Fortnite? Fortnite hvað ég að segja, hann frábær leikur, mjög skemmtilegur og flottur leikur. Það alveg ástæða fyrir umræðunni. Það mikið einelti sem á sér stað til dæmis inn á spjallþráðunum í Fortnite. Þegar krakkar virkja spjallið og þegar spjallið virkt hjá þeim og þá þar oft mikið af ljótu sem á sér stað og það voru þó nokkuð margir krakkar í bæði gær og í dag sem töluðu og höfðu upplifað alls konar dólgsátt og læti og stæla og vesen í Fortnite. Fortnite eins og kannski allt svona þetta samfélagsmiðaða á netinu, þá það bannað innan 13 ára samkvæmt amerískum lögum, það svo sem ekki bannað innan 13 ára samkvæmt íslenskum lögum, en bandarísku lögin setja í raun og veru þetta ákvæði út af því að það má ekki markaðssetja og sirka út börn 13 ára og yngri. Það má ekki í raun og veru selja þeim og þessi leikur Fortnite það sem heitir free to play, þannig að ókeypis að spila hann, en það þýðir þá líka að hann gengur út á það að kaupa og eyða pening í leiknum. Þú eyðir pening í leiknum og þá getur þú fengið alls konar skemmtilega fítus og gert hluti.
og að meðan að langflestir geta vissulega nota það á þess að það sé nokkuð einasta vandamála þá því miður erum við að rekast á það mjög reglulega að krakkar, hvað ég var að segja, þeir finna leiðir til þess að eyða meiri penning heldur en mamma og pabbi ætlast endilega til, stelast í kreditkort og annað til þess að geta keypt sér einhver skinn eða einhver að dansa eða eitthvað annað í leiknum. Þannig að Fortnite alveg klárlega mjög flottur og mjög skemmtilegu leikur, mjög vel gerður leikur, en hann leikur sem að mamma og pabbi ætti alveg klárlega að vera með eftirlit með, ætti að fylgjast með, og ef við ætlum að leyfa krökkunum okkar að vera að spila hann sérstaklega þegar þau eru mjög ung, að þá þurfum við að fylgja svolítið með bæði hvaða það sem að þau eru að verða, hvað sem að þau eru að fá að upplifa eða verða fyrir í leiknum, og svo líka náttúrulega í raun og veru að það sé þá fylgst með í raun og veru hvenar og hvernig þau geta eytt peningum í leiknum. Þannig að mamma og pabbi sé ekki að lenda eins og við erum því miður að lenda í að mamma og pabbi sé allt í að fá kreditkortareikninga upp á guð og þetta hvað skilurðu. Ég held að algengustu reikningarnir sem ég að heyra hjá mér á stofunni eru svona 50-60 skall en ég hef haft stráka sem hafa komið til mín að mamma og pabbi kvarta undan mun hærri fjárhæðum. Hæsta fjárhæð sem ég rekist á var strákur sem að ammans var svona frekar hrum og ekkert allt of mikið að fylgjast með og þessi strákur stalst inn á kortið hennar og hann náði á endanum á nokkrum mánuðum að eyða 1,3 milljónum af peningunum hennar ömmu í tölvuleik. Sem að náttúrulega er klárlega ekki jákvæður hlutur. Þannig að Fortnite er frábær en við þurfum að fylgjast með. Einhverjar fleiri spurningar, eitthvað sem einhver dettur í hug? Þið megið líka tala ef þið vilja ekki skrifa. Ef það eru ekki spurningar núna þá bara ætla ég þá að... Ég kom með einu þarna næst. Má sjá, ég er að kíkja. Þú ert að spyrja rafíþróttir. Er það rétt? Já. Yes. Ekki almennt að koma inn í grunnskólana. Ég held að það sé einhverjir grunnskólar. Ég var að tala við örugglega skólastjórann í Vallaskóli og hann var að segja að þeir eru með einhvern samning við rafíþróttasamtökin hjá ykkur, eða rafíþróttafélagið hjá ykkur, þar sem að rafíþróttafélagið fær að nota einhverja aðstöðu í skólanum og að móti fær skólinn síðan þá einhverja aðstöðu eða að nota eitthvað hjá þeim. Þannig að rafíþróttin er að einhverju leyti svo sem rata inn í skólana og við sjáum að það er stór mót haldin til dæmis í menntaskólanum. Það er framhaldsskólamót sem að til dæmis iðnskólinn eða tækniskólinn eins og heitir í dag, hann var að vinna núna fyrir rétt rúmri viku síðan. Þannig að það er svo sem ekkert langt að bíða þá eftir því að umræða og svona komi inn í skólana. Sem að ef það er vel haldið utanum eða vel gert þá er það bara mjög jákvæður hlutur. Einhverjar fleiri spurningar? Já. Ekkert sem er að fara fram hjá mér, nei. Yes. En þá bara vona ég endilega krakkarnir voru alveg frábærir, þau höfðu mikið að segja og mynduðust mjög fróðlegar og forvirnilegar samræður við krakkana og þau frá alls konar hlutum að segja. Þannig að endilega takið samtali lengra, ræðið við þau og takið þátt í þessu með þeim. Annars ætla ég bara þá að þakka fyrir mig og vona að þið hafið eitthvað lært hjá mér í kvöld. Bara góða nótt. Bless, góða nótt.